Jæja baby cakes, þá er ég búin að taka þetta upp og er bara búin að setja það inn eða ekki. Ég veit það ekki þegar ég sjá þetta. En ég ætla að sýna ykkur bustana sem ég var að taka inn. Þeir eru frá Crown Brush. Ég tók inn alls konar, það eru sko Crown Brush sem er nokkra línur og ég tók bara alls konar busta. Ég tók ekki einhverja eina línu inn, heldur einn og einn úr línunum. Ég tók ekki neinn bustasett af því að mér finnst sjálfur með að kaupa bustasett þá notar maður kannski ekki alla, maður notar stundum bara mest kannski 5 af 20. Það er allavega hefur mín reynsla, þannig mér finnst betra að geta bara svona valið einn og einn. En ég ætla að byrja sem sagt á andlitsbustunum. Og þeir eru svona, ég held ég sé ekki að ljúga ykkur, ég bæti kannski einu við hérna. Harðabustar. Ég tók inn svona busta því ég er langhrifnust á svona bustum sjálf sem eru frekar þéttir og er hægt að buffa svolítið vel inn í húðina og þessi var bara, mér líst best á þennan svo ég tók hann inn. Sumir vilja hafa það slétta, þannig að ég tók eitt svona inn líka og það er líka hægt að nota þennan í hyljara og það er hægt að nota hann í alls konar kremvörur og eitthvað. Þannig að ég vildi hafa hann með líka. Þessi er bara klassík, það verður bara að vera til svona busti, ég held ég eigi 4 eða 5. Þessi snill til þess að skyggja andlitið og líka bara fyrir kynnalit. Þennan notaði ég í myndbandinu sem ég gerði þetta lúk og þennan notaði ég bæði til þess að skyggja og gera kynalita því ég nota sömu vöruna og þetta er bara venjuleg kynalitabusti. Og svo er eitt svona busti sem er svona stuttur og þéttur. Það er alveg hægt að nota hann í farða en mér finnst hann eiginlega heldur lítill til þess. En ég nota þennan eins og í highlighter kittið, highlighter palettuna frá Sleek sem er með kremlitum, þá nota ég þennan busta í það. Af því að, og svo er hérna ein kynalita paletta frá Sleek sem heitir California. Já, hún er með þremur kremkynalitum, svo ég myndi nota þennan í það líka. Af því hann er svona þéttur og dreifir betur úr kreminu heldur en þessi myndi gera. Svo er einn lítill sem er svona frekar stór samt fyrir augnskuggabusta. Það er hægt að nota hann til að skyggja eða sem sagt blenda út litum en ég notaði þennan í myndbandinu á hann til að setja púðurhighlight á mig. Mér finnst best að hafa það svona netta og mjúka. Ég fer svolítið hratt yfir af því að ég segi ykkur bara svona basic hvað ég nota með hverjum busta. En það má alltaf gera eitthvað annað með þeim líka. Þetta er bara það sem ykkur finnst best. Ég tók inn allavega 4 blöndunabusta, blending. Og þessi er svona eiginlega, já. Allavega, þessi er þéttastur og stífastur. Og þennan notaði, hann er svolítið líkur hérna MAC bustanum númer, já ég er náttúrulega ekki, jú er ég með hann. Númer 217. Af því að hann er sem sagt stífur og þá finnst mér gott að nota hann til að setja lit hérna í hornin og svona dreifa honum upp á. Af því hann er stífur, þá getur maður nota hann í bæði. Og hann er líka þannig stífur og þú getur nota hann til að setja litin á augnskuggan, á augnlokið. Hann er það þéttur og þú getur nota hann til að setja að dumpa litnum á augnlokið og líka til að svona vinna hann. Þessir tveir, þeir eru frekar líkir. Já, ég var að nota þennan á hann sjálf. Já, þeir eru frekar líkir. Þeir heita báðir Deluxe Crease. Ég er náttúrulega ennþá pínu að kynnast öllum. Ég átti þennan sjálf þannig pantan inn en svo langaði mig líka að panta þennan inn. Já, þeir eru frekar líkir. Þeir kosta örugglega sama líka. Þetta eru bara, mér finnst maður aldrei eiga nóga blöndunarbustum. Ég til dæmis notaði þennan áðan við að dekka aðeins hérna inni og svo tek ég þennan hérna sem heitir Deluxe Crease og hann er C200. Hann er svona mixtur af þeim og það er hann sem ég nota aðalega til að dreifa út aðal hérna öllum línum og svona sem ég vil ekki sjá. Þannig að þennan, þú veist, þessu myndi ég ekki dippa í lit, þessu venjulega, mjúka, af því að ég vil fá hann hreinan til að eyða út öllum skilum, en þessa nota ég samt alveg í það, dippa í lit og dreifa svona þessu upp á. Og þessir eru eiginlega bara frekar líkir. En maður aldrei nóg að þeim. Þessi heitir Tjöbbi Shadow og hann er svolítið svona, hann er stífur eins og þessi, rúnaðri. Það má jafnvel nota hann til að dreifa hyljara sko. En það er líka hægt að nota hann til að dumpa lit og augnlok
og líka til þess að dreifa. Það er bara, mér finnst þægilegt að eiga stífa og svo mjúka. Þannig ég vildi bara taka nóin, eiga bara nóg úrval. Já, svo ætla ég að vera rosa sniðug og taka inn svona, mér er svo lengi búin að langa í svona, þetta heitir Round Contour og þetta er svona, sem sagt, aðeins stærri útgáfa en allir svona pencil brush. Hann er, já, hann er kannski ekki mikið stærri, jú, hann er aðeins stærri. Og ég er bara, tveir, ég ætla að panta 2. Og þetta er sami bustinn, nema bara lengra hald á hinum. Þannig að hann kostar aðeins meira og þetta er sama. En mér finnst þetta betra að hafa langt hald. En þannig að Round Contour bustinn og svo þessi hérna sem heitir Bullet Crease minnum við. Þetta, ég noti hann áðan í að setja litinn hérna í krísið, þú veist, undir beinið til þess að gera dekkra. Og það er þægilegt að hafa svona lítinn busta til þess að bara geta dumpa aðeins og aðeins inn undir. Og ég á eftir að nota þennan í einhverju vídeóm, hann er aðeins stærri og mér sýnist að vera aðeins, nei, þeir eru álíka mjúkir. En það er bara, ég elska svona busta. Augnskugabustar, ég notaði þá báðan í Augnskugabustar, ég notaði þá báða í vídeónu sem ég gerði fyrir þetta look. Þá erum við að tala um bara mig stóra. Og mér finnst bara gott að eiga svona flata, þessi er aðeins þéttari, þessi er aðeins mýkri. Mér finnst bara eins og ég notaði þennan til þess að dumpa litnum augnskugið og þessi er aðeins minni, þá finnst gott að nota hann til þess að gera smá dekkra vaff hérna. Bara plain augnskugabustar. Og svo er eitt svona smudger brush, svona lítill augnskabusti og hann er góður svona undir. Og líka einmitt, smudger er til þess að smudsa eða dreifa úr lit svona undir. Ef maður setur eyeliner með blýanti eða eitthvað og dreifir svona þess úr honum. Þá þessi sniður í það. Concealer bustar, tók ég inn 2. Þessa, mér finnst gott að nota svona aðeins svona breiða. Og þessi er bara svona ótrúlega þægilegur, ég nota þennan bara langmest. Og þessi er bara, það er ekkert mikill munur að þeim þannig. Þessi er bara aðeins minni sig. Og gott að eiga einn undir augun og annar á bólu svo maður sé ekki að smita bólunum út allt. Eyeliner bustin sem ég ætlaði að taka, sem er bara lítill á nettur eins og ég er hrifin af, var ekki til. En þessi var til. Og hann er það lítill á nettur, ég notaði hann hér. Hann er ótrúlega þægilegur í laginu svona, því þá nær maður hérna inn. Og svo einhvern veginn næ ég fínu taki á að gera linerinn með þessu. Svo heitir þessi Smoky liner minni mig. Og hann er ótrúlega sniður einmitt, þú veist, ef þú setur kannski, af því nú getur maður nota alla augnskugga sem eyelinera og bara alla eyelinera sem ég er að selja sem eru í blýantsformi. Ef þið setjið það á augnlokið, bara svona í frekar mikilli klessu línu eða þannig, að þá getið búið til ótrúlega flotta línu úr þessum. Mér finnst hann það spennandi að ég ákvað að taka hann inn. Svo tók ég þennan líka, þessi heitir Large Gel Liner. Ég veit ekki samt hvort að ég held að hann væri minni. Ég veit ekki alveg hvort ég myndi nota hann í gel liner. En sumir eru vanir að nota svona. Ég pröfa hann, en þið vitið allan, ef þið eru hrifnar af svona, þá er hann hér. Svo tók ég nú eitt svona, þetta er bara Angle. Hann er svona, ef maður setur hann í gel liner, þá verður hann svona mjór. Og sumir vilja setja þannig eyeliner á sig. Mér finnst þessi bara betri augabrúnir, af því að hann er svona þéttur. Ég tók reyndar annan, af því að þessi er stífari. Og mér finnst gott bara að hafa svona stífa í augabrúnar. Þannig að þessi á kannski eftir að vera meira, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega bara, þessi stífi, hann er kannski góður til þess að fylla litnum inn í. Og þessi skáaði sem er svona meira mjór, hann er kannski góður til þess að móta þær. Af því að maður getur ekkert, það er ekkert endilega alltaf þægilegt að gera bæði með einum. Svo tók ég elsku spúli busta inn af því að minn og brotinn og það er svo voða þægilegt að eiga eitt svona heilan. Svo tók ég eitt sem er svona 2-in-1 og þá er bara spúli í öðrum megin og svona stífur augabrúnubusti hinum megin sem er algjör snillt að hafa í snyrtiveskinu. Svo eru þessir varalitubustar. Annar er bara svona stór og góður. En kannski ekki góður fyrir litla varir af því hann er það stór.
en þá þessi betri. Og þetta líka svona lip liner busti, þú veist. Hann það nettur og hann með svona nettan odd og maður getur svona pínu, ef maður setur á sig góðan varaliner, getur maður líka svolítið unnið hann með þessum oddmjóa. Ég kannski að fara allt og hratt yfir, en ég vil ekki hafa þetta of langt af því að þetta líka bara svona að segja ykkur smá frá. Ég skal gera ég ætla að setja í lista í hvaða röð ég tala það og linka það saman. Og svo bara spyrjið þið ef það eitthvað. Ég vildi bara svona smá segja frá hverjum á einum og hvað ég geri við þá. Og þeir eru svo pretty! Já, og svo tók ég líka inn nokkra svona. Þetta bara bustarhreinsir. Bara svona. Og það stendur hérna aftan á maður það sem sagt alkohól í þessu. Þannig að þeir sótthreinsa það. Mér finnst fínt að nota svona milli kúna. Þá að tek ég bara busta og spreyja svona. Eða spreyja bara beint á tissue. En ég spreyja oftast bara svona svo hann verði ekki of blautur. Og bara tek úr honum svona. Mér finnst það fínast að lykta þessu. Fínt þess að ná svona mesta litnum úr. Og svo má líka, ef þú vilt alveg djúprinsa þá getur þú hellt bara í smá skál og dippað honni og bara þurrkað alveg í handklæði. Ég nota oft handklæði ef ég að þrífa og svoleiðis. Og eitt sem ég tók inn svona organizer. Þetta var bara, ég sá þetta bara og mér vantaði svona sjálfri þannig að ég ákvað að taka þetta inn. Svo þetta svona sniðugt með loki. Og þetta eru 4 hólf en það hægt að taka þessi 2 úr. Og þetta ótrúlega sniðugt eins og bara fyrir okkur sem erum að vinna við þetta. Að geta geymt bara alls konar í þessu. Og farið með þetta í tösku. Mér finnst það eiginlega mesta snilldin. Af því að loka á þessu. Þetta enda svolítið dýrt, mér fannst það pínu mínus. En þetta samt snilld. Þannig að þá ég búin að sýna ykkur allt frá Crown Brush sem ég með. Svo bæti ég svona einhver tíman við. Ég panti ekki frá þeim alveg strax aftur. En þá ætla ég að reyna að fá mjóa eyelinerinn. En samt ég ótrúlega ánægð með þennan boggana. Hann gerir allt sem ég þarf. En það eru svona fleiri bustar. Ég er bara svo æst. Ég þarf alltaf að fá allt inn. Og Milani á leiðinni. Ég að bara græja og gera og ég bara get ekki beðið eftir að fá þær. Því að þetta eru líka litríkavörur eins og slík sem ég elska. En það meira að við getum fengið stakaugskugga. Því að slík ekki með neina stakaugskugga. Þannig að ég eiginlega ótrúlega spennt fyrir því. Af því að stundum langar mann bara að kaupa sér einn í staðinn fyrir 12. Ég held ég sé ekki að gleyma neinu. Já, eins og ég segi, ef ykkur fannst ég fara of hratt yfir, þá bara segi ég til og ég svara ykkur. En þetta bara svona smá að sýna ykkur hvað ég að gera með hvern og einn busta. Þetta look set ég örugglega bara linka inn saman af því ég var bara að gera það og það bara skemmtilegt. Úr Vintage Romance palettinni. En þangað til næst. Bye!